Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og vertu velkomin í þátt númer 18 að þessu hlaðvarpi. Í dag ætla ég að halda áfram með pælingar úr síðasta þætti. Þá varðandi markmiðasetningu innan þess að læra tungumál. Ég hafði hugsað mér að gefa út þátt íslensk áramót, en ég held að ég geri það frekar næst, því að þá erum við komin nær áramótum og jólin eru ekki enn komin þegar þessi þáttur kemur út. Þannig ég ætla að geyma þá umræðu þar til eftir jól og fyrir nýárið. Þannig að það verður þáttur 19. Það sem ég talaði í síðasta þætti var það að markmiðið að verða reiprennandi, to become fluent, á einhverju tungumáli er kannski of lélegt markmið af því að það er ekki nógu vel skilgreint hvað það þýðir að vera reiprennandi. Að það sé næstum því persónulegt og persónubundið hvað það orð þýðir. Og það hvað leiðir þig að því að verða reiprennandi fyrir þér hefur ekki endilega svo mikið með kunnáttu þína á ákveðnu tungumáli að gera. Það gæti verið eitthvað persónubundnara eða persónulegra það til dæmis hversu feiminn þú sem einstaklingur ert við að gera eitthvað sem að þú kannt til dæmis ekki 100%. Allt þetta til að segja að það að verða innan gæsalappa, in quotation marks, reiprennandi er ekki endilega gott markmið. Það hljómar ógeðslega neikvætt af mér að ég segi að eitthvað sé bara ekki gott markmið. En góð markmið eru nefnilega markmið sem að fylgja ákveðnum skilgreiningum. Núna er það ágætlega persónubundið líka. Hvernig markmið eru kannski holl fyrir mann. Það sem að ég er að fara að kalla góð markmið eru ekki endilega markmið sem að passa þeim sem að eru til dæmis mjög kvíðnir einstaklingar eða miklir fullkomnunar sinnar. Það er klárlega til sá hópur sem að hefði gott af því að vera með lausbundin og þessari skilgreiningu samkvæmt léleg markmið. En ég ætla þá allavega að nefna þetta samhengi sem að ég myndi kalla góð markmið eða gott markmið. Og góð markmið eiga það sameiginlegt að þau eru vel skilgreind. Það er skýrt hvað á að takast, hversu mikið á að takast. Þar að segja að það er hægt að setja það í tölur. Og yfirleitt að það sé ákveðin tímarammi. Þá væri til dæmis hægt að segja ég ætla að auka launin mín hvað maður að segja, $500 á mánuði fyrir 1. júlí 2025. Eða svo er þetta áramótaheiti, þannig að þú getur sagt að það væri fyrir næstu áramót ætlar þú að vera búin að ná x miklu af einhverju fyrir lok ársins. Það er mjög misjafnt hversu gott eða hollt það er að setja ákveðna hluti í tölur. Við höfum séð það á síðustu áratugum hvað það er ótrúlega óhollt fyrir mannkynið næstum því að til dæmis setja líkamanna okkar í beinar tölur. Hvernig tískan var á fyrsta áratug þessarar aldar með að vera ótrúlega upptekin af þyngd í kílóum, að maður þyrfti að missa kíló, að maður þyrfti að grennast virkilega mikið
og að frægt fólk var skammað fyrir að þyngjast. Þessi tíska að hafa mjög bara næstum því veikar konur sem módel sem að börn litu upp til. Þetta er eitthvað sem að varð mjög ýkt þegar að ég er ungur. Þannig að það er kannski ekki að fara að vera gott fyrir þig til dæmis að segja ég ætla að missa 8 kíló eða 10 eða 20 eða 15 kíló á þessu ári. Því að þú sem lífvera hefur ekki gott af því að fara að merkja þig í tölum. Það eru mjög margar umræður til af hverju það er ekki endilega besta hugmyndin. En hvað gætirðu þá gert varðandi tungumálanám? Hvernig er hægt að tölusetja árangur innan tungumála? Ég myndi segja að það séu til misgóðar leiðir til að fara að því. Í síðasta þætti minntist ég á þennan svokallaða Evrópustaðal. Þessi leið sem að við höfum farið að því að skilgreina stig þekkingar á tungumáli út frá evrópskum kvarða sem er þá eins og A1, A2, B1, B2, C1 og kannski C2 og jafnvel C3. Þetta eru stig sem að verða mjög erfið eftir því sem að þú ferð lengra upp kvarðan. Það eru mjög margir sem að geta lært A1 stig á einhverju nýju tungumáli á mjög stuttum tíma. Það getur verið allt frá því að vera á 2 vikum og upp í 3 mánuði og sumir taka sér lengri tíma í það og er kannski að taka það á 1 ári. En að ná A2, B1, B2 byrjar að vera mjög mikil vinna. Það sem sagt verður svona stigmagnandi. Increasing in multitude. Exponential, perhaps. En þessi stig eru ágætlega skilgreind. Hvað þú þarft að læra til þess að geta sagst vera með A1 stig eða A2 stig á einhverju tungumáli. Til dæmis á A1 þarftu ekki nema að til dæmis geta sagt frá því hver þú ert, hvað þú heitir, hvað þú vinnur við, að geta lýst veðri, að geta átt einföld samtöl eins og á veitingastaði eða kaffihúsi og svo framvegis og svo framvegis. Ef að þú hefur komist svona langt innan íslenskunnar að þú skilur hvað ég er að segja, þá ertu klárlega búin með þetta stig nú þegar og manst kannski eftir því hvað það var mikil áhersla lögð á atriði þessu tengt þegar þú varst að byrja að læra íslensku. Það eru næstum því allar tungumálabækur hannaðar eftir þessu módeli, að byrja að ná þessum völdum á tungumáli á þessu stigi, áður en þú ferð lengra. En þá verður vandamálið, hvenær getur þú sjálfur náð að segja að þú hafir náð þessu stigi? Því það er ekkert svo auðvelt allavega á íslensku að fá prófskírteini, a certificate, fyrir það að vera búin að ná ákveðnu stigi innan íslenskunnar. Og það myndi kosta eitthvað mikið og þú þyrftir kannski að gera það á Íslandi og það er ekki gert svo oft á ári. Þannig að ég veit ekki endilega hvort að það sé besta markmið að reyna að komast í þannig. En þú gætir brotið upp punktana á því hvað það er sem þú þarft að kunna innan máls til þess að geta sagst hafa þetta stig og reynt að vinna að því markmiði að geta þá hluti sem ætlast er til af þér sem þessa stigs tungumála kunnandi eða tungumála nemi. Það eru líka aðrar leiðir til að tölusetja tungumálanám og það eru ekki margir sem eru ánægðir með þessa leið að mæla kunnáttu, en ég ætla samt að nefna hana af því að fyrir marga gæti þetta verið góður hlutur. Því að það eru margir sem að hvetjast af því að setja svona pressu á sig. Og það er að
ná að tölusetja hversu mörg orð nærðu að læra. Ein af lausari skilgreiningunum á því hvernig þessi Evrópustaðla stig eru skilgreind hversu mörg orð þú kannt innan máls. Að A1 sé að þú kunnir cirka 1000 orð, A2 3000 til 5000 orð, B1 eitthvað ákveðið mikið og svo framvegis. Ég man ekki hvað tölurnar eru, þannig að ég sagði örugglega eitthvað mjög vitlaust. En þarna væri kannski leið fyrir þig að setja þér markmið að þú getur sagt að fyrir þennan mánuð á næsta ári eða fyrir næstu áramót ætla ég að vera búinn að læra x mörg orð á þessu tungumáli. Það verður til lógistískt vandamál á því að það mjög erfitt að læra og meta hvenær þú búinn að læra eitthvað orð. Ég sé það ekki endilega sem vandamál. Það bara vesen til að byrja með þegar þú þarft að skilgreina það fyrir sjálfan þig hvað það þýðir að þú hafir lært orð. Það þegar þú nærð að skilja það í fyrsta skipti? Það þegar þú búinn að glósa orðið og þýða það þannig að þú skiljir það í fyrsta skipti? Það þegar þú búinn að rifja það upp þrisvar í einhverju kerfi eins og svona flashcard kerfi? Það þegar þú nærð í fyrsta skipti að segja það upphátt þannig að það kom eðlilega fram í setningu sem þú talar á nýju máli? Þetta eru allt dæmi skilgreiningu á því hvernig eða hvenær þú búinn að læra nýtt orð. Þetta síðasta sem ég sagði þarna á þessum lista eitthvað sem búið að festast svolítið í sess hjá mér af því að ég sá gítarleikara sem heitir Guthrie Govan segja þetta á fyrirlestri eða í viðtali þar sem að hann vísar í vin sinn sem að sagði við einhvern gítarnemanda sinn sem að vildi læra að spila eitthvað ógeðslega erfitt á gítarinn og kennarinn segir við hann ok, ég get alveg kennt þér þetta, ég get kennt þér að spila þetta lick en þú á þessu stigi þar sem að þetta mjög erfitt fyrir þig. Ég skal kenna þér þetta en þú munt aldrei gagnast af því að hafa lært þetta fyrr en þú kannt þetta svo vel að þú getur spilað þetta áður en þú hugsar það að spila það. Ok, tökum þetta aðeins í sundur. You can only play this when you can play it before you get the idea to play it. Þetta eitthvað sem að meikar mjög mikinn sens fyrir mér sem tónlistarmaður af því að þarna eitthvað sagt að þú þarft að vera svo mikið æfður að puttarnir næstum því kunna að gera þetta fyrir þig. Þú búinn að gera eitthvað svo ótrúlega oft að þú þarft ekki að hugsa það og segja já, sniðugt, ég ætla að gera þetta núna til þess að gera hlutin. Heldur kemur það bara af sjálfu sér. Þetta eins og hvernig við tölum. Þegar við erum að segja heilar setningar, þá erum við ekkert að hugsa hérna gott færi fyrir mig að nota þetta ótrúlega erfiða orð. Maður hugsar mjög sjaldan þannig. Það frekar að orðið birtist náttúrulega þegar þú hefur náð það mikilli stjórn á því hvað það þýðir að það verður bara hinn fullkomna tjáning fyrir það sem þú vildir segja á þessu augnablikki. Alveg eins og jazzgítarleikari á sviði myndi spila eitthvað sem að bara gekk upp í þessu sólói. Eitthvað sem kom náttúrulega fram. Þannig að kannski gæti þetta verið leið til þess að segja já, núna kann ég orðið því það kom eðlilega fram. Til að tengja það aftur við markmiðasetningu, þá verður þetta líka smá vesen, því að hvernig
ætlar þú að halda utan það hversu mörg orð þú ert búin að læra þannig að þau komi náttúrulega fram. Það verður erfitt að svona halda tölunni uppi, to keep count. En ok, ég ætla þó kannski að fara í lokapunktin sem að mér líst best á. Það er að segja besta leiðin til að tölusetja það hvernig þú stundar þitt tungumálanám og hvernig væri hollasta leiðin til að setja sér skýr markmið það hvernig maður lærir mál. Ég held að ég myndi segja að maður ætti að búa sér til markmið sem að tengist fjölda æfingadaga. Það er að segja hversu marga daga á ákveðnu tímabili þú stundar þetta nám þitt. Það er í það minnsta eitthvað sem að gengur fyrir mig og ég held að fyrir marga þá sem að eru annarkvort að sækjast í að ná mjög miklum árangri strax eða fyrir þá sem að eru að reyna að halda aftur af sér í metnaðarfullum markmiðasetningum, því að þetta fer milli veginn. Því að þetta eru þá, teljanlegir dagar sem að er hægt að telja inn á einhverju tímabili, 30 dagar á mánuði, 90 dagar á 3 mánuðum og svo framvegis þar þú ert komin upp í 365 daga á einu ári. Að þá getur þú sagt til dæmis, ég ætla að læra íslensku 90 daga á næstu 180 dögum. Eitthvað þannig. Þá ertu búin að tölusetja hvernig þú ætlar að gera hlutin sem þú ætlar að gera og hvernig þú ætlar að stunda það. En lykilatriðið í af hverju þetta er kannski góð leið fyrir marga er að það er einmitt ekki svo skýrt hvernig dagurinn þar sem að þú ætlar að stunda þitt nám lítur út. Þetta er ekki að vera, ég ætla að eyða hálftíma á dag, ég ætla að eyða klukkutíma á dag, ég ætla að eyða 3 tímum á dag, allt árið þar sem að ég ætla að læra orðaforða, ég ætla að læra málfræði í hálftíma, ég ætla að læra þennan hlut í korter, ég ætla að gera svona og svona og svona, því að ef að þú skilgreinir þetta svona djúpt, þá verður svo auðvelt að mistakast, að bregðast sjálfum þér og að búa til feedbacklúpu þar sem að þú færð neikvætt feedback, neikvæða svörun, held ég að það heiti innan sálfræðinnar, fyrir hlutin sem þú ert að reyna að gera. Og það er eiginlega akkurat á móti því af hverju þú ert að setja þér markmið til að byrja með. Þú ert að reyna að búa til eitthvað sem að veldur árangri og veldur ánægju. Það að lauslega skilgreina það að þú ætlar bara að stunda þitt nám, þetta marga daga á þetta löngu tímabili, gefur þér leyfi til að eiga rosalega metnaðarfulla daga ef að þú ert með tíman og skapið til að gera þetta á þessum degi og svo þá daga sem þú hefur eiginlega ekki tíma. Það sem þú getur ekki gert neitt. Segjum til dæmis, þú ert í flugi allan daginn og getur því ekkert gert eða varðst veikur eða eitthvað gerist, stress í vinnu í 2 vikur, whatever, hvað sem er. Þá getur þú náð að gera það litla sem þú þarft. Þá getur þú bara tjekkað inn til að sletta illa á ensku, gert 1 eða 2 hluti, opnað bók, skoðað 10 flashcards, rifjað upp 1 orðabeygingu og that's it. Þá ertu búinn. Þú getur hakað við daginn af því þú gerðir það sem þú ætlaðir að gera. Þú náðir að læra eitthvað. Þú náðir markmiðinu fyrir daginn og náðir markmiðinu sem að þú settir þér fyrir tímabilið, fyrir árið kannski. Þannig að þú getur stillt þér í hóf. You can moderate yourself. Þetta myndi ég segja að væri besta leiðin til að setja sér markmið
í þessu, bæði út af því hversu hollt þetta er mannesku og hversu lítil hætta er falin í því að gera þetta og líka því að þetta er sálfræðinni samkvæmt eina betri leiðunum til að læra því að þú lærir ekki allt á þeirri stundu sem að þú ert að læra hlutin þegar að þetta eru atriði sem þú ert að læra sem eru tengd minni heldur gerist það yfir tíma. Það er hægt að færa rök fyrir því að þú lærir meira þegar þú ert sofandi heldur en þegar þú ert vakandi eða kannski að það að sofa er að gera hinn hlutin sem er mikilvægur fyrir þig til móts við hversu mikið þú lærðir yfir daginn sem er mjög mikilvægt fyrir jafn stórt viðfangsefni eins og að læra nýtt tungumál. Þú verður að gera það yfir lengri tíma. Þú bókstaflega getur ekki lært það á einum degi eða fáeinum dögum. Þetta er reynsla sem að safnast saman yfir lengri tíma. Og með því að setja þér svona dagatalsmarkmið, literally day counting goal, kind of a pun intended, that dagatal is our word for calendar, the day count, heldur þér við efnið þannig að þú ert í sífellu að safna reynslu. Ég ætla að leyfa þér að meta hvernig þú setur þér þín markmið, en hér er ég allavega búin að leggja nokkur spil á borðið, þannig að þú getur kannski lagað þín markmið að því, eða að einhverju sem að ég hef sagt hérna í dag. Og vonandi hjálpar það þér áfram að ná því sem þú átt að gera, að ná að safna árangri og að safna vellíðan í gegnum skýr og góð markmið. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra í dag. Ef að þú hefur náð svona langt inn í þáttinn, þá þakka ég þér fyrir að hlusta og þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language, I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's going to be within the Linktree link that you're going to see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.